Og hver betri, þín eða mín? Þeir eru þegar á leiðinni til þín. Bohemia Rhapsody, Geita Triton og Geitin, Strongbow, Sofa Triton. Við þekkjum hana. Ég á ennþá þá litlu, en þessar tvær eru líkari, svo mig langar að vita, svo þið haldið. Ekki að ég sé hlutdrægur eða fordómafullur, svo ég bauð Melana aftur. Þið þekkið hann vel, fyrir ári síðan var hann líka hér á Le Bohemia. Þá vorum við að gera sveifluvélina, það ekki? Já, og mér finnst þetta gæti vakið áhuga þinn, því þú hefur gaman af geitum, eins og ég þekki þig og... Þú ert líka tæknimaður, svo mig langar að vita, þú hefur aðeins skoðað geiturnar. Fyrirfram, hvað þér líkar betur við eina, en hína því annars ættu þær að vera eins hvað varða burðargetu, stift klemmunar og svo framvegis. Það er önnur þing, það hefurðu kannað. Já, en ekki verulega, 2 kíló. Er þetta þyngra en hitt þar? Já. 2 eða 3 kíló. En það lítur líka út fyrir að vera massívara, örlítið sterkbyggðara, að minnsta kosti við fyrstu sýn. Að það séu ekki eins margar. Hólur, ekki satt. Já. Minna ljós. Það vekur massívara tilfinningu. Kannski mun það snúast minna. Já. Við sjáum til. Þegar þú byrjaðir að taka það í sundur, tókst þú eftir einhverju munum? Mér líkar þetta smelt nokkuð vel hér. Búið. Og hvernig er þá lausleikinn? Það er einhver. Já. Eru ekki kúlur með það? Handahófskend. Nei, það eru engir Aritation bad hér. Þessar arituðu kúlur valda smá vandræðum með tímanum. Þú verður að þrýsta þeim virkilega vel niður. Og þetta halla ætti fræðilega að vera hægt að stilla með því að ef hálmáninn sem herðir er á réttum stað, sem er hægt, og það er hægt að snúa því 60 gráður, þannig að það er á 6 klist. Fræðilega séð, já, með notkun hefur það í raun aðeins verið ofspennt, þannig að ég get aðeins snúið því tilbaka, en það er alltaf smá lausleiki. Þessi hönnun var áður seld undir vörumerkinu Triton. Af hverju Triton byrjaði núna að framleiða þetta? Hvort það sé kannski ódýrara í framleiðslu? Einfaldlega lét það frá sér, það framleiði það ekki. Lét einnig endurframleiða það, lét frá sér þetta módel, sem nú er meðal annars selt undir vörumerkinu Strongbow og hann hefur þetta módel sitt. Það fyrsta sem ég sé er auðvitað fóturinn, hann er öðruvísi. Já. Og þar er fljótlegur klemmmerchant í stað hnetu. Finnst þér Excentrin betri en þetta snúningu hér? Nei, ég sé ekki mikinn mun á því. Uppbyggingin er mjög svipuð, hvort sem það er Excentri eða einu sinni heft. Nei, ég myndi segja að Excentrin ætti auðvitað að vera hraðari, en mér finnst að ef hann er settur vitlaust, þá er erfitt að setja fingurinn undir hann, ekki satt. Hér hefur hann líka stærri plötu, jafnvel á þriðja fætinu. Hann getur haft hana, þarf ekki að hafa hana. Hún er hægt að fella niður. Já, einmitt. Þarna er kúluna, auðvitað. Það er hægt að nota hana og þarf ekki að nota hana. En ef þú ert að vinna í garðinum á ójöfnu landi, þá gæti þetta verið kostur að hafa þennan fóð. Það gæti verið hóla í jörðinni eða mjúkur jarðvegur hér. Ég þurfti að setja spónaplötu undir þetta þegar ég vildi ekki að það myndi sökkva. Auðvitað er það kostur. Þú þarft að hafa planka. Já, fyrir það. Þetta er líklega það sama. Svo skulum við setja þetta allt saman. Svo er burðargetan 250 og klemmukrafturinn 1000 k sem leiðir af því að hámaks leyfileg þyngd sem þú getur stigið á þetta er 100 k, þannig að það leiðir til þess að það er hlutfallið 1:10. Svo ef ég stíg 20 k, þá myndi ég framkalla klemmukraftið á 200 k ef ég stíg 100 k. 1000 kg ef ég stíg, til dæmis 105 kg, þá myndi það örugglega líka þola meiri. Klemmukraft, en þú getur skemmt það. Hefurðu rannsakað kerfið fyrir færsluna? Ég hef rannsakað það. Ég komst að því að það er skiptanlegt. Ég get byrjað frá þér og þú getur byrjað frá mér. Takk. Þú vissir það ekki, er það? Það vissi ég ekki, en hvernig er það mögulegt þegar það eru 4 tennur á þessum steini og hér eru í raun bara 2 tennur? Ég veit það ekki. Þetta gengur alveg eins og smjör hérna. Ég veit ekki hversu áreiðanlegt þetta er. Það færist ekki hjá mér. Nú, já. Stundum já, stundum nei, svo það er ekki alveg skiptanlegt. Jæja, svo bilið er líklega ekki alveg það sama og þessi 4 steinar passa ekki alltaf í götin. Á meðan hér, það sem eru bara 2 göt, þá skiptir bilið. Í raun ekki máli. Áhugavert. Hvað datt mér í hug núna? Ég veit ekki, ég hefur líklega ekki prófað það. Það er ekki þessi tengd í stærð þar. Í fyrsta myndbandinu mínu, þegar ég kemst að þeim mörkum, þar sem það leyfir mér ekki lengur. Hér. Svona.
Þannig að hér einhver gildi, ekki satt, til dæmis 40 og 3 Og það getur gerst að þegar þú snýr því, þá vinnustykkið eða efni, en við sjáum kannski hér með þessu, sem þú einfaldlega festir ekki. 49, þá hér með þessu óupprunalega, með þessum óupprunalega ferð, eða með þessari hreyfingu kjálka, hér aðeins 3,96. Gat eins og. Jæja, prófaðu þetta. Þetta þýðir að þetta styttra. Já, það styttra, þessi hæðarlisti. Allt var hann heldur líka aðeins minna, en upprunalega. Já, það sést að hérna í lokin vantar í rauninni hluta á meðan þetta. Þegar ég set það inn, þá það í rauninni alveg til enda. Svo já, þetta hefur ókost, minni hámarksgetu, en aftur á móti minna bil þar sem þú getur ekki fest vinnustykki. Á meðan hérna lengri festing, en aftur á móti 16 cm sem þú getur einfaldlega ekki fest. Ég held að það sé synd að þeir nýttu ekki þetta rými og gerðu það lengra. Fyrir einhvern gæti þetta verið takmarkun. Einhver sem sker plötuefni á þessu og tekur stærðina metra sinnum 2, þá getur þið ekki fest metra hér 5 cm. Þar getur þið fest metra og jafnvel 2 cm, þó þeir lofi metra. Og samt þar gat. Þó aðeins 6 cm, en það samt, þannig að með því að stytta það leystu þeir ekki tengingavandamálið. Einmitt. Ég sé bara núna að það aðeins öðruvísi leyst hér þegar kemur að því að gera þessi gúmmí, að gera það virkilega á innbúst. Þannig að þú getur ekki tengt því, eins og mér tókst líklega að það hafi virkilega losnað af öðrum megin frá þessum pinnum. Ég á það einhvers staðar, ég myndi týna því alveg, en já, þetta svona, þannig að mér sýnist þetta auðvitað meira fyrirferðarmikið en. Aðal læsingarstýringin, þetta sýnist mér alveg eins. Ég sé engan mun þar. Auðvitað. Fætur hafa göt til að skrúfa í gólfið ef nauðsyn krefur, það líklega það sama. Ég sé að aftan hafa þeir gúmmí, einhverjar hálkavarnar púðar fyrir verkstæði. Ef ég myndi ekki krefjast þess að festa plötumetraefni, þá held ég að þeirri stundum myndi verði ráða. Svo þetta. Þetta vill hver og einn heyra aftur. Verði myndi ráða, já. Já, þeir kosta það bil það sama. Ef þessi verulega ódýrari, myndi hún líklega duga mér. Alveg örugglega. Plús, mínus þeir jafn dýrir í einhverju tilboðsherfer. Kannski getur þessi verið ódýrari stund, svo aftur hinn. Ég held að mér líki betur við þetta hér. Það staðla hjá Triton, en við fundum það ekki hjá Strongboard. Hólan tilbúin. Já, kælingin fer. Pinnen passar ekki þar. Það ekki skiptanlegt, en það skiptir ekki máli, því ég get sett alla þessa kjálka þar. Ég sé hvernig einhver mun skrifa okkur, en pinninn einhver staðar neðst svo þið takið ekki eftir honum. En það mögulegt við fundum það ekki í leiðbeiningunum við skoðum lauslega. Ég skoðaði hvar það gæti verið. Og við fundum hann ekki. Svo það eins og valfrjáls aukabúnaður, eins og þegar einhverjar stöðningsbúðar settar hér, þá þarftu að kaupa pinnan, en þú getur sett hvaða skrúfuð sem ég veit ekki alveg. Hvað það 10 eða eitthvað, það höfum við ekki prófað. Það stundum hendugt þegar það svona fast. Og þú getur ekki ítt því frá með hendinni, að þú getur ekki gripið það hér, þá hefur þetta líklega tilgang, annars þarftu það ekki. Svo já, svo töfrinn sannfærði þig, skil ég. Já. Annars þeir þannig. Þessar hólur bara ein frá einni hlið, já. Hér það frá einni hlið. Ekki hér til að leggja pinnan frá, svo líklega það ekki hér. Ekki til að leggja frá, svo það líklega ekki hér. Jæja, það slæmt. En mér líka til dæmis að það hefur þessi 4 tennur hér. Ef 2 brotna, þá hefur það enn 2 eftir. Hér eru bara 2. Svo hér tógar það með 4 tennum. Enn 1, en það frekar svona. Rög auðvitað markaðsleg. Strong hljómar líka vel, Strongboard, en fyrir þá sem ekki kunna ensku, segir það ekkert. Svona það Strongboard, já gott. Og eins og superjás overkjálkar en líka. Ekki satt. Það eins og ef þeir seldu það í leik í vikunni. Svo það gæti samfætt fólk. Enda gaman. Svo þakka þér, Milan, fyrir. Þínar athugasemdir að minnsta kosti þessi skipti á kraftum áhuga. Ef ég væri að kaupa þetta til að saga eldi við með kevísjö, þá skiptir það með engu máli hvort það festir 1 metra eða ekki. Það alveg rétt út. Þessir kjálkar hægt að kaupa fyrir báðar gerðirnar. Hver hefur aðeins öðruvísi? Annars þessar húfur meira settar yfir toppana þarna, ekki satt.
smáatriði, en þá síðasta atriði. Svo myndið ykkur eigin skoðun, fáið ykkur það sem ykkur líkar. Jæja, takk fyrir að horfa, hafið það gott og gerið eitthvað. Nei. Kannski. Svo förum við til Kína. Við vinnum. Býtu aðeins. Og hér líka lítil handfang. Fólk heyrðu það vinsamlegast, ég ætla að prófa þetta hérna. Það virkilega léttara, maður minn. Það hægt að sjá, ekki að það sé ekki. Gott, 2 kíló. Þessi plata opnast út á við, ekki inn á við. Já, spóla því tilbaka, sem augljóst að þessi kúla svona skýr. Og síðasta atriði, þú getur ekki stjórnað því svona, en ég get. Og það mjög mikilvægt fyrir mig. Það innilega. Þarna, en þú hefur það ekki svona jafnvægi eins og hér. Hei, ég vil það þarna. Seint, bless, bye.